Góða kvöldið og velkomin í kvöldkaffi. Ég sitt hérna með Sigurbirni Árna Arngrímssyni. Velkomin. Takk fyrir. Sko, ég hef alltaf kallað þig Bjössi, af því ég kannast aðeins við þig frá því að við erum svona frá svipuðum stað, Þingeyjarsýslu, eða ekki? Jú. Já. Ég er úr Mývatnssveitinni og þú frá Laugum og þú ert á Laugum þegar hjá afa þínum mömmu þegar ég er á Laugum í skólanum og svona sko. Akkurat. Og ég er alltaf kallaði Bjössi. Þú ert kallaði Bjössi líka svona í starfsumhverfi. Já, nema þegar einhver er að skamma mig. Já, kemur svona Sigurbjörn Árni. Já, getur verið þannig sko, en ég er yfirleitt alltaf kallaði Bjössi og svo kynnti ég mig sem Bjössa oft og þá fólk kallaði mig Björna því þótti ég svona asnalleg, sem sagt ég var kannski á fundi og sagði ég heiti Bjössi og fólk sagði já og það sem Björn var að segja hérna og þá lærði ég það að ég kynni mig sæl, ég heiti Sigurbjörn Árni, ég kallaði Bjössi. Já, þá getur þú komið í veg fyrir þetta. Já, það er svona, þú veist þetta með Björnin. Ég átti keppinn út í Frjálsum sem ég hét Björn Margeirsson einmitt, líka kallaði Bjössi og einhvern tímann þegar ég var að tappa, þá hringdi Burkni Helgason vinur minn í mig og sagði þú nú að setja smá sigur í Björnin hjá þér. Ég ætla að þú segja, er ekki pressa að vera Sigurbjörnin? Það hlýtur að vera. Já, þetta er áhugavert. Sko, þessi þáttur minn hérna, kvöldkaffi, þetta í rauninni, sko, hugmyndin að þessum þætti, gaman að segja frá því, eiginlega kviknaði þegar ég talaði við þig. Yfir kaffi á Laugum? Yfir kaffi á Laugum, sem var sko ekkert undirbúið. Ég náttúrulega kom í Laugar af því þú ert skólameistari á Laugum, fyrir þá sem ekki vita það, framhaldsskólanum á Laugum. Framhaldsskólanum á Laugum, já. Og hérna, ég kom þangað til þess að taka viðtal við þig fyrir Að norðan, sem er svona mannlífsþáttur sem við erum með hérna á N4. Og við ætlum bara að tala um skólan. En þá fórum við svona eitthvað eins að spjalla fyrirfram krabbameinið sem þú ert með. Og ég spurði þig bara svona svolítið spontant hvort þú hefur áhuga að tala um það. Já. Og þú varst til í það, þannig að við í rauninni bara rigguðum upp þannig viðtali og ég vissi ekkert hvar ég ætlaði að setja það, hvernig ég ætlaði að gera það neitt. Það er bara oft þannig þegar maður er í þess að dagskrárgerð að maður finnur lykt af einhverju sem að, einhverju sögu sem að mann langar að vera sögu. Að þá græja maður það bara. Það er svolítið sérstætt með þetta krabbamein vegna þess að, sko, ég hef alveg gaman af athygli, það er ekki það, sko, mér líður ofboðslega vel upp á sviði fyrir framan fólk og nýt mín hvergi betur. En yfirleitt hef ég gert eitthvað. Þú veist, ég næ einhverju góðu íþróttafreki eða ég stend mig vel í skóla eða er að gera eitthvað flott, ég er að útskrifa nemendur eða eitthvað. Þetta krabbamein er ekkert sem ég hef gert og mér finnst athyglin því svolítið óþægileg vegna þess að þetta er bara eitthvað sem er þarna eða kom fyrir mig eða semst þannig og ég gerði ekkert til þess. Já, ég nema náttúrulega kannski að liggja mikið í sólbaði eða eitthvað, eða stunda ljósabekki þegar ég var unglingur eða eitthvað. En það sem ég er að meina sko er að, en ástæðan fyrir því ég hef verið tilbúin að tala um það er vegna þess að mér hefur verið sagt að það mögulega hjálpi öðrum í svipaðri stöðu því þetta fyrir mér er þetta ekki sko, ég er ekki prívat maður og segi vilt það sem ég hugsa og er svona frekar opinn hvað ég hugsa og hvernig mér líður og svoleiðis þannig að ég, þú veist, þetta var alveg til ég að spjalla um það sko, það er ekki vandamálið. Já, einmitt, sko það sem að mér fannst einmitt svo áhugavert og mögulega einmitt hvetjandi fyrir aðra og þarna vorum við einmitt sko stödd í mars sem að er sko vitundarvakningar mánuður Krabbameinsfélagsins, heppilega. Og það getur virka kannski hvetjandi fyrir aðra í svipaðri stöðu að sjá einhvern sem er tilbúin til þess að opna sig og tala um þetta. Sérstaklega karlmann, það er bara staðreynd og það er óalgengara. Ég er sko klárlega á, sko ef við hugsaum þetta svona sem kynjakúrfu, kallar og konur og svo er eitthvað overlap þarna. Ég er klárlega vel kvennamegin á kallarkúrfunni. Já, ok. Þannig að þú ert næstu því bara kvenmaður. Já, ég segi það kannski ekki. Það er alveg að segja ég sé kerling. Vegna þess að upphaflega merking orðsins kerling þýðir lítill karl. Og ég held ég hljóta flokkast undir að vera lítill karl. Ertu það að meina bara svona líkamlega? Stærðarlega séð. Nei, það er engin stærri innan en ég. Þú ert mjög stór andlega. Já, það er engin stærri innan en ég, sko. Ég segi þetta alltaf þegar fólk er að segja, finnst þér ekki leiðinlegt að vera lítill? Ég segi, hvað ertu að meina? Það er engin stærri en ég. Ég er risastór. Já, sko, þú ert allavega mjög hugrakkur að vilja tala um þessa hluti. Og ég veit að þú ert ekkert voðalega mikið til í að maður hrósir. Ég skal passa. Já, sko, en þetta er, sko, hugrakkur eða ekki, þetta bara er.
Þetta bara staðreynd og ég get alveg talað þetta eins og hvað annað, sko. Já. Þetta bara og þetta og, já. Og bara þarna og ekki fara og þá þarftu bara að díla við það, sko. Já, það verður þetta kannski óhjákvæmilega svolítið stór hluti af þinni tilveru. Já, það verður það því miður. Já, einmitt. Ekki beint velkomin gestur. Nei, ekki svona, ég er alveg leirulaus. Já, ég skil það mjög. Þrátt fyrir alla athyglina. Já, einmitt. Já, sko, þegar við töluðum saman fyrir svona rúmu ári síðan, þá fékk ég svolítið til þess að segja mér aðeins frá svona hugsunum sem fara í gegnum höfuðið á manni sko, í svona aðstæðum og nú ég allt í einu mun eftir að það fólk að horfa á þetta, þannig að við skulum kannski segja, þú veist, ég gerir bara ráð fyrir að allir viti hvað að hrjá þig. En þú kannski segir í stuttu máli nákvæmlega hvað það sem þú ert að eiga við. Ég semst með ólæknandi fjórðastyrks sortuæxli sem sko hugkrabbamein sem búinn að dreifa sér í heila og lungu, nýru, nýrnahettur og kvíðarhol og svona semst ýmsa staði. Já. Þannig að þetta svona erfitt krabbamein eiga við ef það næst staðbundið ekkert mál eða dreifir sér þá það svona það getur farið svona svolítið hvert sem þið dettur í hug, svolítið svona skítadreifari og erfitt að ráða niðurlögum þess. Það nú bara þannig en öðru leyti, mér hefur aldrei fundist ég vera veikur og fæ þessi líftæknilyf sem bara, ég reyndar akkúrat í lyfjahléi núna en það átti að prófa það, sjá hvernig það væri, því að maður verður svolítið slappur á lyfjunum. En öðru leyti finnst mér ég aldrei vera veikur nema það, ég náttúrulega þreklítill, ég hef ekki sama þrek og áður. Hljómar eins og það fyrir taugarnar á þér? Já, verulega. Því að ég er bara vanur að geta gert til en helling, ef það þarf að moka skít eða gera girðingu eitthvað, þá vil ég bara fara 10-12 tíma, en nú það kannski 3-4. Og ég bara verð að stoppa þá því að annars ég get alveg haldið áfram en þá ég bara ónýttur í marga daga. Þá skárra og þegar hlutin þurfa að ganga, að þá náttúrulega, það bara, ég mikið fyrir að láta hlutin að ganga. Já, og þú hefur líka nóg að gera, þú hefur nóg að snúast. Já, ég náttúrulega með þennan skóla og svo við erum með bú eða kinda- og hestabú og hestaleigu og svona ýmislegt og svo þessi áhugamál, ég lýsi í sjónvarpi, íþróttum, ég hef verið að dæma blak og svona félagsmál, ungmennafélagsmál og svona þetta hefur svona, þetta aðeins svo mikið að verða. Já. Sko, ég hef allavega heyrt fólk lýsa því sem að greinist með alvarlegan krabbameinssjúkdóm og aðra alvarlega sjúkdóma að það sé í rauninni full vinna að vera krabbameinssjúklingur. Já, sko, ég alltaf hugsa ekki mikið það, en það alltaf fer alltaf sko 10. hver vinnudagur í lyfjaeingjöf og þá situm að reynda að geti stundum unnið í henni líka ef ég í stöðu, stundum les ég og stundum horfi ég og stundum sef ég. En það fer bara dagurinn í það að fá lyfin og svona sko og það sem finnur mest taugarnar á mér að það stungurnar sko. Ég vann við ég þræddi mikið í æðar þegar ég var í náminu og býsna flinkur í því og kendi fólki að þræða í æðar því ég með sko 2 góðar hérna megin og 2 góðar hinum megin, mjög auðvelt að æfa sig á mér og svona. Aldrei finnst gott að vera stunginn. Og ég sagði einhvern við Kristján Húsó sem keyrir mig yfirleitt í þessa meðferð að ef einhvern myndi hætta þessa meðferð þá var fyrir það að ég nennti ekki að láta stinga mig lengur. Þræða þetta í æð, fáli, sko, svona sko. En það ofboðslega góð þjónusta á þessu sjúkrahúsi og allir aðeinslegir. Já, ég kom hérna upp á krabbameinsdeildina og rosalega svona eins heimilislega og sjúkrahúsdeild getur verið. Krabbameinslæknirinn er friðbundin algjörlega frábær og segir þér hlutina alveg eins og þeir eru og þegar þú ert eitthvað svona dabur þá kemur hann með eitthvað svona til að svona, skoðaðu þennan. Jimmy Carter, hann er svo frægasti sem læknast að þessu og svo þegar þú ert full í bjartsýni þá tekur þið alveg niður á jörðina og svona sko. Ég man þegar hann var að tala spurði hvort þú vildi ekki fara í lyfjahlé, einhvern tímann hérna í október og Guðmundur Kormi sagði það nú kannski betra að fá það í maí í sauðburðinu, þá verður mikið að gera þá. Þá sagði hann við erum ekkert að horfa svo langt. Nei, einmitt, bara, einmitt, aðeins að svona henda ykkur á jörðina aftur. Hann er frábær. Já, hann er það. En það sem ég ætlaði semst að fara að velta upp var að síðast þá ræddum við svolítið svona hugsanir sem að gangi gegnum höfuðið á fólki í þessari stöðu, sem einmitt kannski það sem að maður hefur svona, mestan áhuga á að fá að heyra og ekkert allir eru til í að deila. En þú ert nefnilega
svo einstakur með það, að þú ert alveg til í að deila. Það að því að það ekki, ég yfirleitt tala leið og ég hugsa og það er ekkert alltaf mikill filter. Það vantar ritskoðunina þarna. Já, og þetta getur gert fólk, sem sagt, þetta getur verið til dæmis í vinnunni hjá mér, þetta getur gert fólk óöruggt. Ég er kannski að hugsa leið og að tala hvernig ég maður gera þetta eða hitt eða stilla þessu svona upp eða hinsegin og valdi liggur allt hjá mér og svona sko, þú kannski kennar hérna við átti ég ekki að fá að kenna þetta, þú veist, og allt í einu verða allir óöruggir og þau átti þessi geðu, ég er bara í hugaflugi sko. Ég er ekki búið ákveða neitt, ég er bara að reyna Þú bara kasta þessu fram? Já, og svona sko, þannig ég er svona aðeins að reyna stundum að stilla mig af sko. Já, einmitt, ég skil. Sko, hvað er það núna? Þú veist, nú er rúmt ár síðan við tölum saman síðast og það var Þú varst náttúrulega svolítið mikið þá bara ennþá í þú veist þessum áfallsfasa. Já, og bara bíða eftir hvort að lyfin virkuðu. Já, einmitt. En nú ertu svo sem komin á annan stað. Já, sko þetta lyfin virkuðu mjög vel í upphafi og minnkuðu sem sagt krabbameini minnkaði og verulega til að byrja með og svo svona fer ég í skoðun seint í október og þá verði ennþá minnkað og svo þegar ég fór í skoðun í mánaðamótin janúar og febrúar þá hafði ekki minnkað þessi hafði ekkert breyst og hefði heldur ekki breyst núna mánaðamótin apríl, maí þannig að núna vita menn ekkert alveg hvað er í gangi menn er þetta bara dautt, er bara engin virkni í þessu eða fer þetta stað aftur eða það er alltaf ánægð með en það stækkar ekki og þá er svo sem ekkert alveg vita þetta var náttúrulega þegar þetta fór minnkað svona hratt og bara já, bara meiri lyf og bara tökum þetta, bara klárum þetta og allavega náum að eyða þessu nægilega það mikið að hugsanlega verði eitthvað smottir í eftir sem það bara þetta sker í burtu en það er allavega ekki möguleik eins og staðan í dag og þannig að maður bara bíður. Já. Mér reyndar sjálfur sko hefur fundist þetta minnka ef ég skoða myndirnar en það er nú ekki tölfræðilega marktæk minnkun mér sagt sko. Ok, en ég meina það skiptir samt máli kannski fyrir þig andlega að sjá eitthvað. Já, meðan það stækkar ekki og svona sko. Já. Þannig að maður bara bíður og fer eftir ráðleggingum og svona og þarf að gefa mér samt aðeins meiri tíma með minni fjölskyldu og svona kannski skapa einhverja minningar og bara ef þetta færi á versta veg að meðan maður er hress að vera ekki að eyða því öllu í vinnu og ala upp annarra manna börn og svona. Já, einmitt, eins og við höfum rætt að þú ert svolítið eins og pabbi þarna hvað 200 barna af því þetta er náttúrulega heimavistarskóli. Já, það er svona rúmlega 100. Það er þarna, já. Það er alveg nóg samt sko. Já, þetta er eins og það er sko. Já, einmitt. En en hvernig sko, ok, ég veit að þú ert nefnilega svona ég myndi ekki segja að þú er kannski Excel-skjal, en þú ert voðalega svona rökfastur og þú setur hlutina eins og þegar ég tala þú veist að krabbameini sé full vinna, þá ert þú alveg með á hreinu nákvæmlega, þú veist hvað það er nákvæmlega tíma sem það tekur af þér, svona líkamlega allavega. En sko finnur þú fyrir sko áhrifum á, þú veist, andlega líðan, hvernig þetta sveiflast? Sko, jú, þetta verður maður, eins og ég segi, þetta verður maður stundum dapur ef maður fær tíma til að dapur ef maður fær tíma til að hugsa. En sem sagt, í raun og veru þá er ég svona frekar léttur í eðlinu. Ég er enda snöggur upp og þegar ég verð stressaður, sem ég er enda mjög oft, þá er ég ekkert endilega skemmtilegur að vera í kringum, allavega ekki fyrir mínum nánustu, það kannski ég er rólegri við aðra. En sem sagt, jú, þetta minnkaði ekki áfram, þá var maður svolítið svektur við því og svona sko, en samt, ég bara hugsa ekki mikið þetta. Nei. Ég fór einhvern einhvern podcast þar sem fólk vildi ræða við mig dauðan og ég segi ég klára það á 30 sekúndum. Já. Ég er ekkert að pæla í dauðanum. Svo er ég spurður hvort ég væri hræddur við dauðan og ég hef aldrei eins og hugsað það hvort ég væri hræddur við dauðan. En ef ég hugsa það þá bara, nei, ég er ekki hræddur við dauðan per se. Nei. En ég reikna með að ég hef gert nægilega mikið til að lenda á réttum stað. En þarna, eða þú væntanlega gerir það til að sá staði sem lendir á og væntanlega rétti fyrir þig, ef út í það er farið. En mér langar ekkert að deyja. Ég hef engan áhuga á því sko, mér langar að lifa sko, það er... Eins og staðan er þá er miklu skemmtilega að lifa. Já, mikið skára. Við vitum allavega ekki betur. Nei. Eins og er. En heyrðu, við þurfum víst að henda okkur í auglýsingar og við höldum áfram spjallinu eftir hlé. Allt í góðu. Ekki fara langt.
Jæja, velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sit hérna með Sigurbirni Árna, kallaður Bjössi, ég ætla bara að kalla það Bjössi. Og við erum aðeins að ræða bara alls konar, en að mörgu leyti hérna hvernig þú tekst á við erfiðan sjúkdóm, sem náttúrulega ekki kannski skemmtilegasta umræðefni, en eins og við höfum, þú veist, rætt að þá þetta samt mikilvægt umræðefni, vegna þess að það eru margir sem að takast á við svona verkefni eins og þú. Og sérstaklega hefur það bara tölur og blöðum sem sýna fram að karlmenn eiga erfiðara með að ræða þetta. Þannig að þú ert núna svona hálfgerð fyrirmynd, má ég segja það? Já, það var svolítið þungt, sko. Þetta var þungt? Þetta var þungt, já. Þetta setur ákveðna pressu, sko. Ég er bara ég. Þú ert bara þú? Já, ég er bara ég og fólk hefur oft, fólk hefur hrósað mig, þú ert með svo frábært viðhorf. Til hvernig þú tekur þessu og allt þetta og það er ekkert ákveðið held ég við og jú, ég er svo sem kannski ákvað það þýðir ekkert að vera að velta sér upp úr þessu eða leggjast niður og grenja og sparka og eitthvað svona, það hjálpar ekki neitt en þetta er bara hvernig ég er. Ef ég væri öðruvísi þá myndi ég örugglega taka þessu öðruvísi og svo framvegis. Ef ég væri til dæmis kannski í eðlinu svolítið þungur þá er ég örugglega þunglyndar og daprari oftar heldur en ég er og svona sko en þetta er bara, ég er eins og ég er og tek þessu eins og ég er og það þýðir ekki það að allir sem fái krabbamein geti tekist að móti eitthvað happy go lucky eða þú veist voðalega djolli. Okkur get ég ekki verið eins og Bjössi. Já, skilurðu, og það er það sem er. En svo hefur mér líka verið sagt af því að ég hef fengið sko mitt hrós fyrir þetta og fólk að dásta þessu og allt þetta að passa að það festast ekki í því. Já, að vera alltaf alveg sama sko að þú veist þegar að slæmu fréttirnar koma eða ef slæmu fréttirnar koma sem ég vona nú frekar að verði frekar en þegar að vera þá ekki bara þú veist eitthvað sem þá máttu alveg bara þeim má alveg líða illa við því og eitthvað svoleiðis. Það þarf ekki að vera í þessu hlutverki endalaust. Nei, og ég lít ekki beint á þetta sem hlutverk og það getur vel verið að mér fyndist ég verið veikar og ég fyndi meira fyrir þessu og allt þetta að þá sem sagt væri ég ekki svona. Nei. Ég veit það ekki. Ég gekk til geðlæknis eins og í 2 ár sko. Sorry, eitt inn á milli að ég myndi samt sko treysta þér til þess að segja mér það. Já. Það er líka mjög gott, þú veist, þannig að en þú fórst Ég gekk til geðlæknis í 2 ár, 2004-2006, fór einu sinni í viku til geðlæknis og að því ég hafði fundið fyrir einhverju þunglindu og eitthvað svona. Og svo fólk spurði mig hvað ég var að gera í bænum og ég segi að ég var nú að hitta lækni. Og hvað er að þér? Ég segi ég er geðveikur. Og allir það skilur þetta 2004 og ég hafði rosalega gaman að þessu. Sennilega vegna þess að mér fannst ég ekkert mjög geðveikur. Ef mér hefði fundist ég virkilega geðveikur, sem sagt verið verulegum vandræðum, andlegum vandamálum, að þá hafði ég sennilega ekki verið svona kannski rosalega að gera grín að því skilur eða þannig. Þannig að þetta er kannski einsinn. Ég sé alveg breytingar sko, þessi lyf. Ef ég skoða myndir af mig fyrir 2 árum og núna bara eins og skólaspjöldum að ég er allur fölari og ég er allur svona einhvern veginn eldri og auðvitað eldist ég líka en ég er svona, einhvern veginn linari allur og fylltari og svona og all litarefnir eiginlega horfur á andlinu á mér. Ég var mjög dökkur í framan og það ég er með eina smá brúnarönd hér þessi kringum munnvíkja sem freknar eru og svo er hálsinn á mér, ég veit ekki hvort það sést en hann er allur að verða flekkóttur sko, ég er komin langt niður á hálsinn sko, ég var mjög dökkt litaraft og það er bara melanínið er bara farið úr frumunum, það er bara krabbameinslyfin ráðast á þetta og það er bara búið að éta þetta í burtu sem þýðir það að ef skín mikið sól á andlitið á mér þá bara brenn ég sem áður var ég bara svartur sko, ég var bara dökkur. Nei, ekki mikið sko, ég var alltaf frekar dökkur bara og þannig að kannski er þess að síma krabbamein, en notum sólavörn. Ég hef notað 50 í sólavörn síðan 2015, bara svo það sé alveg á hreinu og passa mig á að gera það en ég held kannski að ef þetta væri verra, ég væri lastnari þá væri ég kannski ekki svona en þetta er ekki, ég líti ekki á þetta sem valið viðhorf, þetta er bara hvernig ég er og þetta fyrir mér þetta bara eina leiðin til að takast á þetta, vera ekki mikið að hugsa þetta, vera ekki mikið að velta sér upp úr þessu og reyna að fókusa á hvað þú getur gert og björtuhliðarnar og svona sko, þú veist, og svoleiðis, það er, látið ekki stýra þér of mikið. Nei, einmitt. En sko upplifirðu, að ég veit að þú hefur verið svolítið duglegur af því að það eru margir sem eru að pæla í því hvernig þið líður. Það er bara þannig, þú þekkir marga og þú veist, fólki er umhugað þig út allt sem er náttúrulega bara frábært og yndislegt. En þú hefur náttúrulega verið svolítið duglegur að koma með svona, sem þú kallar varúð
datur á Facebook. Ég set á Facebook svona nokkura mánaða fresti yfirleitt þegar eru einhverjar nýjar fréttir eða engar nýjar fréttir þá set ég svona upp svona aðeins stöðuna. Það til að losna við svona kannski endalausa, sérstaklega í upphafi til að losna við endalausa hringingar þar sem fólk fór eins og köttur í kringum heita graut í 20 mínútur. Spurningi var raunverulega ertu að deyja. Þar ég kom heimsókn eða get ég beðið. Og svoleiðis sko. Þannig að það hjálpaði mikið í því. Það sem ég finnst alltaf kannski erfiðast í þessu öllu saman, það þetta sko, þegar fólk auðvitað það peppamann. Það segir, já, krabbamein, ég veit ekki hvernig heitir þarna, þú átt eftir að sigrast á þessu og jadda og allt þetta og þá nenni ég ekki að útskýra fyrir fólki að líkurnar á það möguleiki að sigrast á þessu og ég vona það. Líkurnar eru mjög litlar. Líkurnar á því deyjur þessu eru bara mjög miklar og ég nenni ekki að taka það umræðu fólk. Nei, veistu það er næstum enga líkur að skiljast. Nei, ég bara læka fæsluna og þakka fyrir. Þetta kemur náttúrulega allt frá góðum stað. Að sjálfsögðu, en þetta er ekki svona eitthvað sem bara en vonandi, þetta getur gerst og eins og ég sagt til fólk, það getur vel verið í jarðarförunum ykkar allra. Það bara þannig sko, það getur verið að ég mæti þær allar og hef gaman af. Vannig. Já, einmitt. En svona sko, en þetta er ekki meðvitað, skilur. Nei, þetta er eins og með lýsingarnar hjá mér. Já. Þær koma. Já, einmitt. Þær ekki tilbúnar, þær ekki sko, ég hrífst, þá verður þetta svona. Já. Ég verð spenntur og ég næ að skila því. Og ég bara svona, þetta kemur natúral. Já, þú ert svona hrifnæmur. Já, ég er það sem við myndum kalla á enskunni enthusiastic. Já. Og sem sagt, já, ég veit ekki alveg hvað íslenska orðið yfir enthusiastic er. Ég er svona, það er ekki hrifnæmur, en það er svona, þú lifir því rosalega inn í hlutina og ég man þegar ég var að læra kennslu. Já. Og þá var ég þannig að sá sem kendi mér ég var í fyrstu æfingarkennslunni minni að þá var kennarinn á gengum með segumastæki á okkur og áttum að taka okkur upp á kassettu. Okay. Og hann gekk mikið í göngutúrum sem hann hlustaði á kassettuna og gaf okkur svo komment. Já. Svo las hann á kassettunni eftir og skilar henni og segir sko, hann sagði þú ert mjög enthusiastic kennari. Já. Ef þú ætlar að vera svona alltaf þá verður þú mjög þreyttur kennari. Sko, það er ekki, það er semst þannig, en ég upplifi mig og ég hrífst og ég fæ brennandi áhuga á hlutum og verð svona sko, grúskari sekk mér ofan í hlutina og svona sko. Það var ég pínlítið forvitin það sko, upplifir einhvern tímann sko svona áhuga eða hrifningu á svona eigin tilfinningum yfir þessu erfiða verkefni? Það held ég ekki sko, eins og ég segi, ég pæli bara svo, ofboðslega lítið í þessu. En ég hef ekkert lesið mér þetta. Ég ákvað strax að ég ætla ekki að gera það, því ég myndi örugglega lesa mér allt og allar rannsóknir og allt og drekkja mér í því. En þannig ég bara fæ ákveðna hluti frá vinum mínum og læknum sem eru svona vins úr fyrir mig og svona. En þegar ég fæ áhuga á einhverju, ég fikk alveg gríðarlegan áhuga á litaerfðum sauðfjár. Já, bara eins og flesti gera. Já, alltaf, ég hef eins og áhuga á að sjá hvernig þessi litir erfast og þá gerist ég búin að prófessor í háskólanum mörg ár. Já. Og ég panta fullt af vísindagreinum og ég hef alltaf beðið eftir að fá þeirra millisamnaláni. Ég hef aldrei keypt grein. Svo sit ég hjá mig síðastliðið sumar og ég er að átta mig á því og ég tók mig til að hitta og las doktorsritgerð sem var litaerfðir sauðfjár og svona og svo vantaði mig grein sem hann hafði skrifað, hún var lokuð og ég keypti mér að ég bara gat ekki beðið, þá varði ég að vita þetta núna sko, ég fengi hann á millisamnalánin, ég bara vildi vita þetta í dag. Já, og þannig sko, þannig ef ég færi og læsi mig þannig krabbameini þá myndi ég örugglega vita meira, en það er ekkert víst að það myndi hjálpa mér. Nei, því að það bæði vitaði svo lítið og svo er þetta þannig að þetta skiptir engu máli. Við skulum segja þessu 99% líkur á í degi. Ef ég er í 1% sem lifir, þá er ég lifandi og annars er ég dáið. Já. Og þú ert aldrei 99% dáin og 1% lifandi. Þú ert alltaf annarkvort eða. Þannig að tölfræðin segir til fyrir hópa, en fyrir einstaklinginn þá breytir hún engu. Ég get verið með 99% líkur á því að lifa, en ef ég er í 1% sem deyr, þá er ég 1% sem deyr. Þetta er bara sem allt annað. Ég meina, við erum með ungmenni deyja í slysum og flest ungmenni lifa til allavega 65 ára.
en það er mjög lítil prósenta sem deyr. Já. Og ég og ungmenni líka, ég og börn, og ég reikna þetta með því þau lifi. En þau gæti alveg verið í hinum hópnum, skilurðu. Og þetta er bara þannig að ég er ekki allt of mikið að velta mér upp úr þessu. Reyni að gera það ekki. Nei, það er einmitt spurning hvað maður græðir á því, sko. Já, ég fæ einmitt stundum þessa spurningu frá hérna börnunum mínum. Strákurinn minn er 7 ára og hann er mikið að velta fyrir sér svona dauðanum núna. Hann er á því skeiði að hann spyr mig mjög oft hvað ég muni lifa lengi og hvenær ert þú að fara að deyja bráðum, mamma, og deyrir þú undan mér og allt þetta. Og það er það er svolítið, þetta eru náttúrulega svo ótrúlega eðlilega spurningar. Já. Þetta er bara af því að dauðinn er náttúrulega eðlilegasti hluti lífsins þannig, þetta er bara partur af því. En við ræðum hann ekki mikið. En það er óbúslega mikilvægt samt að gera það, finnst mér. En þetta er ekki skemmtilegt umræðuefni og þess vegna menn, þetta er svona óþægilegt umræðuefni og þess vegna held ég að flestir forðist það, sko. Já, sennilega, en svo náttúrulega fólk tekur svolítið tíma í að þróa með sér kannski til dæmis trú á því hvað gerist eftir það. Má ég spyrja því? Hvað heldurðu? Hvað held ég? Já. Ég hef trú á þessi til himnaríki og ég hef trú á að ég lendi þar. Hins vegar náttúrulega las ég bókinu Sumarlandið. Já, ég lesi hana líka. Já, tengdafaðir minn var komin á aldur og hann benti mér á að lesa þetta. Og mér fannst sú mynd ekkert ofboðslega spennandi. Nei. Vegna þess að fólk, það þurfti ekkert að borða, það þurfti ekkert að sofa, það þurfti ekkert að sofa hjá og þetta er svona kannski það þrennt sem er skemmtilegast að gera í lífinu. Þetta er út á okkur aldri og svo bjóða ekkert endilega með konunni sinni. Þetta var svona, held ég, eitthvað meira svona spirital og svona og mér svona bara, kannski er þetta einhvern veginn öðru í hinum megin en þetta, allavega það sem okkur finnst gaman að gera hérna megin og þetta virkaði ekkert svona, ég held ég vilji bara freka vera hérna megin lengur. Ég held að þetta sé bara mjög góð lokaorð. Takk að kærlega fyrir að gefa tíma til að koma. Bara takk fyrir að hafa mig. Bara mjög gaman að sjá þig og gangið vel með þetta allt saman. Takk. Takk kærlega fyrir að horfa, kæru áhorfendur. Verið sæl.